Hérna erum við staddar á árinu 1969 og þá erum við að koma út úr þessu sterka, stóra, abstrakt tímabili. En mig langaði að túlka eitthvað annað, mig langaði að raungera veröldina. Og sjálf hafði ég verið ekki lengi, en ég vann í frystihúsi sem að það var eða pökkunarstað fyrir karfa. En hann situr alltaf hérna, hann fylgdi mér bókstaflega heim, eftirlitsmaðurinn sem að satt hátt uppi, þetta var hátt til lofts í þessum sal, og ég get sagt ykkur það er kalt niður á gólfi. Og það er kalt og það er erfitt að standa þarna tímunum saman við einhæfa vinnu. Hann kom svo inn á myndflutinn þarna með krónunum og fiskunum. Og ég kallaði þetta, held ég að hafa orðið það svona, þetta er pólitískt verk. En þetta var byrjunin á því að ég fór að hugsa eiginlega í þessa veru og tjá þennan heim. Það getur verið svolítið þungur róður að vera byltingarkona. Mig langaði þegar framisótt að taka mér svona hlé frá því og örlögin vildi þannig til að við hjónin fluttumst á Bakka Ölfusár. Þegar ég flutti þarna þá var mér það svo hugstætt hvernig fólk hefði verið í nánara sambandi við náttúruna þegar það þurfti að styðjast við himintunglin og birtuna og sólarganginn til þess að vita hvað tímanum leið og hvernig árstíðarnar rynnu fram og hvenær væri tími til þess að sá eða uppstýra. Svo ég gerði hérna 12 myndir, eina hvernig himinninn mætir jörðinni. Eina mynd hverju mánuði til þess að tákna árið. Þeir voru upphaflega 12 eins og mánuðirnir eru og það eru 10 eftir. 2 hafa nú glatast í tímans rás. Við höfum svolítið týnt okkur í borgarlífinu og inn í bílunum okkar og við erum ekki lengur í lifandi snertingu við þessi skeður í náttúrunni. Þessi mynd af konum og japansku kirsuberjatré, hún er kannski fyrir mér bæði þátíð og framtíð. Konur standa tímamótum þar sem eru að opnast svo margvíslegir möguleikar. Ef að við verðum okkur fyllilega meðvitaðir það að við erum að skapa nýja menningu núna. Menningin er að verða myndræn, hún er að verða kvenleg. Við erum að fara að bera meiri virðingu fyrir hlutum sem við höfum skrímslavætt áður eins og myrkrið. Við þurfum á því að halda, fara inn á við og vera í kyrrðinni. Og við verðum að sjá möguleikana á því sem að framtíðin býður upp á. Og skynja við verðum núna að móta framtíðina sjálfar. Og það er óskaplega spennandi að horfa til þess að lífið skuli bjóða upp á þetta.